Jónli, síðasti leikurinn að baki hjá þér sem aðalþjálfari í hvað, 8 ár? Já. Sáttur? Já, ég held það. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta endaði deildin í dag en ég held að við séum afar fáum stigum frá 3. sæti. Já. Og í baráttuna alveg fram í loka? Já, það var náttúrulega ótrúlegt með hvernig þetta var búið að þróast en þessi seinni umferð eins og hefur reyndar alltaf verið hjá okkur, seinni umferðin hefur verið frábær og ég man 2012 þá held ég að markatalan í síðustu 7 leikjum hafi verið 37-5. Já. En það náttúrulega skiptir miklu máli að fá Natasju hérna í hafsendin og Þórildur náttúrulega að verða betri og betri en ég hefði óskað þess að Kristín Erna hefði getað spilað í dag í þessum kveðjuleik hjá mér. Já, þetta var hörkuleikur. Þetta var hörkuleikur, frábær leikur alveg og eins og alltaf á milli þessara liða. Það alltaf líf og fjör í þessu og allir brjálaðir en þetta hafa verið frábæri leikir á móti Breiðablik gegnum tíðina. Já, og þið var svona stundum tapaði á frekar leiðilega hátt fyrir þeim. En var þetta ekki sanngjarnt úrslit núna? Jó, við skoðum segja það, þetta verið sanngjarnt. Helvítis Vestmannaeyingur í Breiðabliksliðinu hefur nú farið allt of oft illa með okkur og það er alveg á hreinu ef hún kemur á næstu þjóðhátíð þá fær hún að fljúga í tjörnina. Þetta er loforð. Þetta er ekki hótun, þetta er loforð. 8 ár við stjórnvölinn, ertu ekki bara sáttur núna að kveðja liðið, eða hvað? Jó, ég er mjög sáttur og svona, ég má segja að ég sé stoltur af þessum tíma og það vona ég að við byggt upp veldi sem á eftir að verða stórveldi. Já, en hvað með eftirmanninn? Er hann nógu góður þjálfari eða? Þetta er ágætis piltur, Allir líki. Það er bara 25 stelpar sem eru býður að komast inn. Já, þú meinar Líkill, hann Líkill er maður. Líkillinn. Jú, hann er frábær þjálfari, mikill kennari, frábær þjálfari og hann á eftir að hönda þetta mjög vel. Og líði í góðum höndum. Já, klárlega, enda er ég með honum með eitthvað klikkar.